Góðan daginn aftur, Axel mættur á svæðið. Þetta er bankalógó íslenskt og þetta ræningjagríma, bankaræningjagríma. Og það þekkt í þessum fræðum sem ég hef verið að vitna í, að ef þú vilt vita hvað menn að tala þá snýrðu merkjónum frá þeim til þess að sjá hvað þeir raun að gera. Og þessir voru bara að segja hreint við fólk: við erum ræningjar, við ætlum að stela peningunum þínum. Og ég horfði á X13 í gær og ég ætla að gera kröfu hér með á það að Sigmar Guðmundsson og Lára Ómarsdóttir segi upp störfum á RÚV strax, og þeir sem eru ábyrgi fyrir þessum þætti. Þetta lýðræðisníð og þetta heilaþvottur. Þetta ekki heiðarleg fréttamennska. Og kannski rökstyðji það aðeins. Í upphafi þáttar þá freimað inn umræðan. Það búinn til rammi til þess að koma þér inn í heilaþvottasónið. Tóku við til dæmis eftir því að það var engin fulltrúi hagsmunasamtaka heimilanna sem kom fram í innskotinu á undan. Ekkert viðtal við formann hagsmunasamtaka heimilanna eða varaformann eða einhvern í stjórn eða eitthvað, ekki í snitti. Hins vegar mætti mafjósinn sjálfur, Gylfi Magnússon, hann mætti og bara og var með með sitt innskot. Og hann var að tala hvað þetta væri allt saman frábært hjá okkur. Og síðan kemur Jón Steinar, wannabe mafiosi, ungur hagfræðingur sem vill komast inn í klíkuna. Og þar sem að raun að gerast og það sem að fólki var að lýsa í innskotinu, í raun það sem fólki var að segja að við erum í hlekkjum, við finnum hlekki. Og núna hafa þrælahaldararnir hert mjög hressilega að hlekkjónum. Blóðrásin hætt að koma í fingurna, þannig að fólk á aðeins erfitt með að vinna núna. Ég á svolítið erfitt með að athafna mig. Og það sem þrælahaldarnir að segja: já, við skulum kannski aðeins slaka á þannig að þú getur unnið meira. Og síðan koma þær með alveg nýja litaseríu af hlekkjum. Þeir segja: já, þeir sem eru í hlekkjum fyrir, við ætlum aðeins að setja bómull og það má aðeins slaka á þeim. Þeir sem eru ekki komnir með hlekki ennþá, við erum með nýtt kerfi fyrir þá. Við erum með leigu danska kerfið og við erum með þetta og hipsum haps, og það bara svona verið að dálega í raun. Og fyrir þræl þá skiptir raun engu máli hvernig hlekkurinn á litin. Það skiptir hann náttúrulega máli að hann sé þægilegur, bara ef þú lifir í því ástandi. Það skiptir máli að hann pirri þig ekki. En það sem skiptir því mestu máli sem þræll að losna úr hlekkjónum. Að hætta að vera þræll og vera frjáls maður. Því reynda fylgir ábyrgð sem kannski margir vilja ekki taka, en það önnur saga. Gylfi Magnússon talaði að þetta væri svo fínt kerfi. Samt kom fram í þættinum að 3 heimil á dag frá hruni hefðu verið brotin upp. Rifið að þeim aðlegan. Þeir voru með línuritt sem var svona, og svo fór það bara alveg beint upp. Það eru fólk sem komið á vanskilaskrána, aftökulistan þar. Og svo mætir mafjósinn sig: þetta nú fínt kerfi, sko. Það svo sem ekkert betra að vera með bleika hlekki en bláa hlekki. Það skiptir engu máli. Það enda rétt hjá honum, en við viljum ekki hlekki. Og blekkingin að fólk í hlekkjum, og það verið að hlekkja, og nú á að hlekkja fleira og fleira og fleira fólk. Síðan kom fólk í innskotinu. Sjómaðurinn sagði: já, ég tók nú lán fyrir mörgum árum upp á 9 milljónir, og nú það komið í 15 milljónir.
önnur tölfræði kom fram að hver einasti Íslendingur skuldi 7,2 milljónir. Þannig að ef að einhver að efast það að Ísland sé skuldaþræla nýlenda, þá allt of mikið flúor í vatninu hjá þér. En síðan var í þættinum, og það ástæðan fyrir ég geri kröfu þessa uppsögn þessa fólks, þar var ég kannski eins og þjálfari, nú erum við á töflufundi og farið yfir leik gærkvöldsins. Og það var alveg greinilegt í uppsetningunum af þættinum. Sko, það greinilegt að ríkjandi kerfi drullur hrætt við Dögun og Andreu. Andrea þetta eins og þið hafið séð í handboltaleik. Það einn sem stendur upp úr og hann bara alveg blokkera. Það bara einn maður settur alveg í að blokkera hann. Og þetta var gert strax í upphafið þáttar. Ef þið horfið á það aftur á netinu, ég set linkinn kannski þetta fyrir neðan, þá sjáið þið að fyrst var allir látnir tala í röð. Og það var alveg greinilegt að fjórflokkurinn plus 1 var búinn að fá tips. Að þeir stoppuðu allir mjög varlega að fara ekki við tíman. Síðan Andrea náttúrulega ekki í klíkunni, þannig að hún fór aðeins yfir tíman. Og þá var bara strax farið að bauna á hana og segja það er tíminn kominn og stopp og allt það. Nú, þeir byrjuðu strax á því að sabotasa Andreu. Það var strax gert í upphafi. Síðan í næsta lota, þá sjáum við að fyrst farið í stjórnarflokkana. Það Samfylkingin og VG. Það eru fyrstu sem fá langt orð á eftir þessa fyrstu lotu, fyrstu sókn eða vörn eða í hvoru liði nú ert. Og Samfylkingin byrjar náttúrulega bara með sína fróðu. Síðan kemur VG og Ögmundur. Og hann byrjar strax að tengja sig við Þorvald í lýðræðisbullinu, lýðræðisvaktinni og þrælavaktinni ættum við kannski kalla það. Og hann byrjar að kalla til hans úr nýju framboðunum. Síðan koma tvö ný framboð, veikustu framboðin var alveg fyrst. Og síðan kemur Sjálfstæðisflokkurinn með reyndar sína fróður líka. Síðan koma 1, 2, 3 framboð, 5 framboð og svo kemur Framsóknarflokkurinn. Og og hann og síðan koma 1, 2, 3 í viðbót og svo kemur Dögun. Og sjáðu rétt áður en hann talaði við Andreu, þá segir hann já og svo erum við að fara yfir í næsta mál og það svona verið eiginlega að strauja yfir hann áður en hann byrjar að tala. Og þetta kerfi, þetta leikkerfi sem notað, eins og þessi handbolta, það leikkerfi, blokkera staðstæðmann eða sterkastæðmann, andstæðingin. Þetta bara leikkerfi sem verið að spila. Og það tel ég vera brot á lýðræði landsins og gerir því kröfu að Sigmar Guðmundsson og Lára Ómarsdóttir segi upp störfum helst strax í dag. Eða verði sagt upp störfum. Já, ég vil kannski fara aðeins í myndlíkingu hvernig kerfið og hvað í gangi í raun á Íslandi. Það þetta elítukerfi að segja við þig, herðu, viltu spila við með 21? Viltu spila 21? Og þú segir, ok, ég skal spila við 21 og við veðjum mánaðarlaunónuðinu með eitthvað eða launónuðinu næstu 100 árin eða hvernig þú vilt hafa. Síðan í þessu spilavíti sem rekið á Íslandi, þá tekið þitt spil á toppnum. Með 8 og svo ætla ég að taka, svo gefum við mér, ég ætla að fá 10 og svo tökum við bara aftur á toppnum fyrir þig. Þú með þrist. Svo tökum við fyrir mig, ég ætla ég ætla að fá ég með gosa, ég með 21, þú tapar komdu með launin þín og ekkert kjaftaði, annars sendi ég handrukkara gengi mitt. Og þetta spilið sem við erum að spila á Íslandi. Og þegar ég segja þeir velji úr stokknum, vísitala neysluverðs eða þetta
sem að hækkar alltaf lániðin sem aldrei farið niður nema það bara málið mikróprósent að það falsað. Það bara búið til eins og þeim hentar. Þeir byrjaði að segja hvað ætlum við að ræna marga milljarða heimilu landsins núna. Og síðan bara reiknaði þeir út eitthvað tölu. Þeir segja já, við höfum olíuna inni núna og hendum henni út næst. Við höfum tómatsósu núna en ekki næst og þeir bara velja saman körfu og breyta henni nákvæmlega eins og þeim hentar. Þannig að þetta heitir að þeir eru með öll spil á hendi, heitir þetta. Og þú ert sökkarinn í þessu máli og lífeyrissjóðurinn og ríkissjóðurinn okkar, lífeyrissjóðurinn okkar og ríkissjóðurinn okkar. Þannig að það hérna og svo segir við já, heyrðu, ertu ekki til í að spila við með svona 21? Akkur ekki? Og þú segir nei, ég tap alltaf, þú velur bara úr stokknum. Þannig að ég vil ekki spila við þig 21, ég sé alveg fyrir og þú mynd alltaf vinna. Já, byttu. Hörðu, ég er komið með hérna, ég er komið með hérna danskan spilastokk. Viltu spila við með 21 núna kannski? Hvað segirðu það? Já. Ég skal gefa þér 100 skall. Ef þú veðjar árslununa hérna á móti. Bara 100 skall hérna. Þannig að þetta það sem í gangi. Það bara verið að hafa Íslendinga fíflum og búið að vera að gera það alveg í 20 ár. Og ég held að fyrir svona 20 árum, 16-20 árum, þegar þeir byrjuðu að ræna fiskveiðiauðlindunum, þá byrjaði þetta einræðisríki Ísland, eða þræla ríkið Ísland. Og annað í sambandi við húsnæðiskerfi. Þið sjáu að þeir eru alltaf að tala þau sjá það kannski á hinum vídeónu sem ég fer hérna yfir. Það fyrir mér meira bakgrunn þar fyrir því sem ég að segja núna. Að kerfisbundið þá þeir eru bara að spá í hvernig eiga fjármagna húsnæði með þessu kerfi eða hinu kerfinu eða kerfi þetta eða kerfi hitt. Hvaða spilastokka eiga að nota í húsnæðiskerfið? En þeir eru ekkert að spurja eiga ekki bara að sleppa spilastoknum. Bara byrjum á því að sleppa því að ræða það og förum að velta fyrir okkur akkur kostar 271.000 krónur að byggja 1 fermetra af húsnæði fyrir fólk 271.000 það eru 2 mánaðarlaun verkamanns eða cirka 2 mánaðarlaun það ekki bara tómt rugl? Hvað kostar ein spýta? Hvað kostar rúmmetra steypu? Og hérna þarna bara og þarna það sem ég tala í einu af þáttunum mínum hér þarna bara búið að sita þvílíkt span í húsinu það þarf náttúrulega 15 menn með 5 háskólagráðu til þess að byggja húskofa það nú ekki flókin vísind að byggja hús reyndar. Þannig að þjóðin getur ekkert komið sér eins og munið eftir smáíbúðahverfinu. Ammar okkar og afar voru nefnilega gott fólk og þeir vildu að börnin sín getur byggt húsin ódýrt. Þannig að miðað við kannski nútíma aðstæður í dag þá kannski fengið lóð fyrir 50 skall. Og það var svona ekkert stífar reglur að byggja, það fólk gat bara byggt sjálft. Mætti bara með hamar og sög og byggði sjálft hús. Og það var ekki svona reglugerða fasismi eins og í dag. Svo byggði fólki húsi sitt ódýrt og reisti óleif sína fjölskyldu og allir hamingjusamir. Og þetta fólk sem byggði þarna, það hefur núna hús sem það getur selt eða leigt sem ellilífeyrir. Þannig að það enginn að ræða þetta. Og af hverju það? Af hverju skyldi það vera? Það kannski að þegar þeir fara að byggja húsin þá græða verktakarnir alveg skrilljón, billjón, milljón og og svo sita þeir það í svona leigufélög eða leigudæmi og þá græða þeir aftur á þér allt þitt líf, sita í þann þrældóm og og svo bara verið að selja þær á fullu nýja hlekki. Nú erum við komið hlekki með iPhone merkinu á eða þú með hlekk sem þú getur talað við vinina og svo framvegis.
Þannig að ég held að fólk verði að reyna að vakna við sennilega þá vondan draum. Og ég hef sagt áður að þeir tveir flokkar, sérstaklega dögun, það bara mitt persónulega traust á því fólki sem þar, að það er hægt að tala við það fólk sem þar, ég hef reynsla því. Það flest af heilum hug í því sem að gera. Það nú fólk sem kemur absolutt ekki frá eilindumafíunni. En það sjáu þið hvers konar tarteringar sá flokkur að fá í skrúfinu okkar, sem sameiginlegur, sem fjölmiðlinn okkar. Við borgum fyrir þetta og við eigum þetta, eða ekki, Íslendingar. Og við erum sérst að Íslendingar að borga fyrir sin eigin heilaþvott. Þannig að dögun ætti að vera númer 1 hjá þér á kjörseðlinum og Píratar varaval, eða hvað vil kalla. Þeir hafa margt gott til að, og ég treysti því að Píratar munu þá taka við svolítið, dögun mun þá sjá þessi efnahagsmál og fjölskyldumál, og Píratar munu þá sjá upplýsingamál og frelsi upplýsinga og whistleblowers og allt það. En svo vil ég segja eitt, ef þú kýst einhvern af fjórflokkunum og örverpið, þá áttu skilið að vera þræll. Ég er búinn að leggja niður fyrir því staðreyndirnar, og þú getur horft á meiri dýpri vídeó hérna undir, eins og heimsífráðið að dauði, lögfræði fyrir fávita og alla fínu þáttaraðina mínar. Þannig að þú hefur upplýsingarnar. Þú getur ekki sagt ég vissi ekki eða bara ups. Þú kemst ekkert upp með það. Þú veist, ég er búinn að útskýra fyrir þér hvað í gangi. Þannig að ef þú velur fjórflokkin eða örverpið, þá ertu að velja þér þinn eigin þrældóm. Og þá færðu væntanlega bara það sem þú átt skilið. Og ég veit að þetta þung orð og alvarleg orð. En við erum líka, við erum með aðra líkingu, við erum í bara svona. Svona bara ástandið. Fjórflokkurinn svo stór og svo sterkur, hann allstaðar, hann ræður öllu. Það er bara þannig. Þeir eru þræla haldarannir okkar. Ég vil endilega hvetja ykkur til að styrkja mig til þess að geta haldið áfram þessum greiningum og útsendingum. Og þrátt fyrir allt þetta hræðilega sem ég að tala þá alltaf von. Mannkynið hefur alltaf haft von. Og ég tel mig nú ekki vera meina hræðslu ef ég sé að húsið hjá nágrannum mínum brennur og ég hringi í slökkvilið og segi það allt í eldi hjá nágrannum mínum, þá ég ekkert með neina hræðslu. Ég ekkert að ræða fólki, ég bara benda á staðinn, þetta húsið í eldi og þetta rétt viðbrögð við því. Þannig að það það sem ég að reyna að gera. Ég að reyna að benda bara á stöðuna og benda á að þetta allt í rugli. Og það þröngu lausnir sem við höfum í þeirri stöðu sem við erum í. Og þakka ykkur bara kærlega fyrir og verið sæl.